Já, velkomin að rauðaborðinu í eftirmyndaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við kallum vikuskamt og það verið bara í mörg áneldi. Þá fáum við fyrir við fréttir dagsins og vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og sanningar hjá okkur í dag. Hérna eru hjá mér Ingunn Fjóla Brynjólfsdóttir sem efnishönnuður. Yes. Þú aldrei geta að útskýra hvað það er? Við vorum að reyna að ná því hérna. Náðu þið í hvað er að vera efnishönnuður? Já. Okay. Ég náði ekki alveg en... Mitt markmið, í vinnunum minni þá er ég reyna að koma upplýsingum til skila til fólks á mannamáli. Eins og Margrét Helga sem vinnur sem fréttakona. Eins og Margrét Helga, Svona ná því. Hvað á ég að segja? Fréttakona, fréttamaður, blaðamaður? Já, blaðamaður. Þú segja blaðamaður? Ég gera það en ég er það vissulega ekki. Ég misti af blaðinu. Sem er einn af svona... Pappirinn var farinn. Harmurinn. Nei, svona, já, ég misti að því. Því ég var náttúrulega upp á 365 og þegar fréttablaðið var, sko. En misti að því, sko. Vildi líka alltaf vinna í plötubúð, mista því eiginlega líka, sko. Það er sko 4 plötubúðir bara í miðbænum. Aha, eru það að leita? Þannig að það er bara, þú getur alveg farið í það, sko. Fengið þér helgavinnu, sko. Rauður og Stíg er risastór. Já. Bara með stærstu verslunum í Reykjavík. Svo 12 tónar, Skólavörðustíg. Smekklís á Hverfisgötu og Reykjavík Reykjavik á Klappastíg. Og þá er ég ekki að telja með sko Valda og 2001. Plata fekk comeback fyrir 3-4 árum, ekki? Þannig að þú ætti kannski að byrja að selja svona blöð út á göttum eins og Óli Blaðarsson. Já, nákvæmlega. Þetta verið með svona lesið fréttirnar. Vísað landi, höfðu háar fjárhæðir af öldruðum. Þið bræðið það ekki? Mér finnst ég að hafa heyrt bróðin Sigurjón tala um það. Þetta er svona kennum að fólk að búa til fyrirsögnir. Já. Þannig ef það hljóma ekki vel með aðferðum Óla Blaðarsson. Já. Trillingsleg hækkun leikskólagjalda, þú bara veist það strax hvort það virkar eða ekki. Já, það selur sko. Já, þannig að ekki reyna að tróða inn fyrirsögn sem Óli vill ekki fá. Þetta er gammalt trix í blaðinu sko. Já. Arna Magnea Dangs, leikona eða ekki? Jú. Það sem fleiri. Hvað, þá kemur svona aktivisti og eitthvað svona? Já, ég er sko leikona, ég er áhættuleikstjóri, ég er kennari, ég er aktivisti og ég er næstum í orðin kynjafræðingur. Ertu upp í áskóla? Já, bara eftir að skila þessar blessaðri mastersritgerð. Ég er löngu búið með allt heilt sko. En áhættuleikstjóri þetta að gera svona áhættuatriði? Já, á ensku heitir þetta fight director. Þú veist, þá er ég að koreografa alls konar áhættuatriði og er að vinna þá með leikurum. Þú veist, slagsmálaatriði, skylmingar, þú veist, heimilisofbeldi, ég meina þú veist í öllum þessum sjónvarpsþáttum sem að eru teknar upp hérna á Íslandi, þá er þetta mikið löggudrama og svona heimilisofbeldi og svona gróft ofbeldi og þannig ég koreografaði það. Þú veist, til dæmis ég gerði það í Svörtu söndum og ég koreografaði það í Húsó, ég meina þar leiti gamla konu detta í feiti, þú veist, í kleinu feiti á gólfinu. Þú verður svo skemmtilegustu sem þannig að þú veist og þar var líka ein sem að lamdi fyrirverandi manni sinn með ruslatunnu og svona. Þannig ég koreografaði svona. En nú er danska konan og þar er einhver í þínu hlutverki sem hefur mikið að gera. Já. Hún lemur alla og pínir fólk. Já. En ég er svona detta svona svolítið út úr þessu bara út af aldri sko. Það er ekki sýnt þetta sjálf, er ekki? Já, ég meina það er að koma út bíómynd núna sem heitir Röskun, verður held ég sýnd í kringum 19. febrúar og þar sá ég átuleikinn og bæði koreografaði og líka sá að vera svona það sem við kallum stunt-double fyrir leikonunar og þar þurfti ég meðal annars að taka fljúandi kollnís niður tröppur sem ég gerði. Þú ætlar ekki að gera aftur. Þú ætlar ekki að gera aftur. Jú, ég get alveg gert þetta, þú veist, ég kann að gera þetta en þú veist, eftir því sem maður eldist ég er orðinn 55 ára, þú veist, hversu oft ætlar að henda niður tröppur, þú veist, þetta kostar líka mann alltaf eitthvað. Og tryggingakostnaðurinn á myndinni náttúrulega bara ríkur upp, sko. Nei, ég held að ég hafi hægt þessu bara upp úr 30, sko. Að henda niður tröppur. Já, en ég get gert þetta, sko, án þess að meiða minn eitt stórkostlega, sko, þú veist, það fer náttúrulega eftir hvað þetta er, þú veist, hættulegt. Eins og við sáum bara í áramótasköpunu, þegar Imma hendi sig út í bíl, að, þú veist, þetta lítur út fyrir að vera, þú veist, mjög
hvað við segja, skaðvanlegt. Ekki reynið þetta heima. Nei, ekki reynið þetta heima. En Imma náttúrulega, þú veist, mjög pró í því sem hún að gera. Og hún sko, ég lærð fætirektor sem svolítið öðruvísi að því ég lærð raunni koreografir. Þó við lærum líka og mitt sérsviðrunni voru skylmingar og eggvopn, þú veist, hnífar og drepa fólk með pennum og svona ýmislegt. En hún sko lærð stöndari. Hún lærð að gera, þú veist, eins og að detta af 10 hæða byggingu og lærð að henda sér út úr bíl og svona, þú veist. Og ég hef gert alls konar svona hluti. Þú veist, ég hef látið keyra mig og þú veist, lent á bílrúðu og alls konar. En það var bara vegna að hérna á Íslandi, þá þetta bara, þetta öllu blandað saman. Á meðan í Bretlandi þá stunt coordinator alveg sér og fight coordinator sér. En það er ekki nú fallegt á Íslandi að við sem að vasast í öllu og... Já, við erum bara svona, þú veist, við erum svolítið svona allt múlíkt fólk. En að þetta segja að drepa fólk með pennum, það ekki þannig að það algengar í bíó heldur en í raunveruleikanum og það ég held ég að við séð ábíla yfir 100 mann strefna með pennum í bíó. Já. En aldrei í raunveruleikanum. Ég hef aldrei maður drepið með penna í Árnessýslu, ég aldrei séð. Maður drepið með penna. Þetta hljómar, þetta góð fyrirsögn. Þetta góð fyrirsögn. Ekki reynda heima. Nei, ekki reynda heima. Handritshöfundar eru mjög hrifnir af því að hetjan, maður ekki almennileg hetja fyrir maður getur drepið eitthvað með penna. Já, og svona, þú veist, það líka að berjast með skúringafötum og svona ýmislegt, þú veist, það hægt að nota allt. Þetta svo skemmtilegt hérna. Ertu, Tom Cruise segist gera allt sitt sjálfur. Ertu hrifin af honum sem leikara út af því? Þú veist, ég nú ekki hrifin af honum neitt sérstaklega sem leikara, en ég ber virðingu fyrir því sem hann að gera. Og hann gerir svona skemmtilegar sögur þó að mér finnst sko, þú veist, hann að gera svona einsögur aftur og aftur og aftur þannig að þú veist, mér finnst það leiðigjarnt þegar orðið svona þegar hann var bara venjuleg leikari eins og í Magnolia Já, svona, þú veist, en ég ber virðingu fyrir því sem hann að gera, þú veist, hann rosalega fær í sínu stöndi en hann meiri 55 sko, getur sagt þér Já, en hann líka sko honum var bannað að gera sitt eigið stönd og leikurum erlendis, sérstaklega búin að ná ákveðnum status. Þeim bannað að gera sitt eigið stönd vegna þess að það kostar, þú veist, ef þeir brjóta á sér handlegginn, þá þarf að fresta tökum og það kostar alveg gífulega fjármuni og þessina eru stöndleikar notaðir vegna þess að við sjáumst ekki. Þú veist, ég var í Game of Thrones, þú sást mig ekki. Ég veit ekki hvað ég var oft drepinn en þú veist, ég var í norskri zombiemynd Dead Snow 2 þar sem að ég var stöndleikari og ég var í allri myndinni, þú veist, en ég þekktist mjög lítið vegna þess að, þú veist, ég var annarkort rússneskur zombie eða túristazombie eða, þú veist, ég var einhvers konar zombie og stöndleikarinn vel þeir sem að deyja það var oft sagt ódýrast að láta deyja Já, og það sagt, ekki mikið henda þínu í stiga góður stöndmaður einhver sem að deyr vel Þetta hljóma spennandi líf Ég veit ekki hvernig þú ætlar að taka við þessu Hvað gerir þú í lífinu? Þú kallar mig alltaf myndlistamann og það bara mjög fínt ég geri það sko en ég fæst við ýmislegt líka sko. Ég nú svona mest akkurat þetta vorið að svolítið að kenna upp í Listaháskóla í hönnunadeildinni þar, grafík en ég svona mest að kenna fræði sko, svona fjölmiðlafræði, svona miðlunarfræði sko, svona Þið eru eiginlega allir í hvernig Já, þannig ég bara svona, þú veist, var bara með fyrirlestur í gærum bara Marshall McLuhan og ætla bara að tala um Roland Barthes í næstu viku en annars ég bara svona í hina þessu sko. Ég ætla að vera með lummur eins og þetta Hvað segirðu? Þetta bara gamla lummur Já, ég menn einhvers stað verður að byrja svo nú þessa gömlu lummur sko að verður góðar, þá náttúrulega eiga þær enn við það á nú við þessa kalla, blessa Það ekkert betra en góð lumma sko Nákvæmlega Herðu, hvað ég að byrja á, það var verið að skipta ráð þegar, finnst ykkur það merkilegt? Það reyndar ekki búið að því að Ragnar Þór á að byrja á sunnudaginn sem félags- og húsnæðismálaráðherra Já, svona einhver athöfn helgina Það ríkisráðsfundur Þannig að meiri svolítið, það er tilkynnt núna tilkynnt í gærkvöldi svo fara allir ráðherrarnir á vinnufund eitthvað á Þingvöll snittur og ofsalega spennandi fyrirlesarar hann fær ekki fram með af því hann ekki formulega orðið ráðherra hann fær ekki að vera ráðherra fyrir á sunnudaginn þetta er skrítið þetta næstu svona eineltis þetta ekki góð hegðun Nei
Og eru kannski bara ekki bara góð stjórnsýsla, það er verið að sóa tíma. Já. En er þetta ekki bara, hvað segir þetta? Hvað segir við? Guðmundur Ingi, hann fór í opin hjartaaðgerð. Já, einmitt. Sem að því líklega hann skorinn og opið, en það er ekki bara sett inn svona snúra eins og snúrið. Hann þarf bara að taka sér tíma þessar. Já, menn er mjög lengi að efna sig þessu. Sendum bata kveður. Og hvað Inga fer í barna og menntamála. Báðum barna. Og hvað heitir hann? Ragnar Þór í félags og húsnæðis. Er það ekki bara, já, það er svolítið hans mál, hans svið, hann hefur setið hann í einhverjum nefndum áður. Hann lagði mikla áherslu á húsnæðismál. Þetta bara hefur verið eitt af því sem hann hefur talað allra mest hann bara brenni fyrir þetta. Já, bara leyfa hann að sína hvað í hann býr í þessu. Ég held sko, og ég vil segja þetta áður sko, að Guðmundur Ingi, ég svona af því maður einhvern veginn svo mikið inn á Alþingisrásinni og ég er búin að hlusta svo mikið, það er margar ræður og ég það er svona mín tilfinning fyrir honum að hann er ofboðslega einlægur í því sem hann er að gera. En það er auðvitað samt svolítið þröngt hans svona sérsvið og ég hef í langan tíma haft miklar áhyggjur af bara þessum málaflokki, bara menntu barna en líka bara svona einhvern veginn aðbúnað þeirra og svona kannski úrræðaleysi gagnvart þeim sem verð standa. Þannig að ég held að sko, og ég er ekki að segja þetta til þess að varpa einhverjum svona skugga á hann per se, ég held að hann sé bara góður og einlægur á sínu sviði. Þetta var ekki alveg hans svið? Mér fannst ekki og það er allt í lagi, maður getur ekki verið frábær í öllu. Þannig að ég svona er allavega bind vonir við að það verði einhverjar breytingar á og svona komi inn með einhverjum meiri krafti vegna þess að það er þannig að þú ferð ekki nema eina æsku svo vita sé. Og þetta er bara svona eitthvað mál sem við megum ekki klúðra og við megum ekki spá og spekulera, þetta við höfum búum ekki við þann lúksus að hafa tíma, með við bara einhvern veginn, það sem að allar þær svona sögur sem ég heyri, helmingurinn af því kemst ekki í fréttir af því að fólk veigra sig við að stíga fram, margir kenna sjálfum sér og en ég sem fréttamaður. Tala stöðun í skólamálum eða að tala stöðu hjá æsku fólki sem að er að glíma við geðraskanir eða já, ég er að tala það akkurat núna sko, en svo vissulega, ég hef líka áhyggjur af læsismálum af því að það blæðir á öll svið, þú getur ekki verið góður í eðlisfræði eða þú ert ekki almennilega læs sko, það er alltaf þú verður að þetta er bara grunnstefið í öllu sem þú gerir, þú verður að geta tjáð þig og verður að geta haft aðgang að hugsunum þínum og miðlægum til annarra, þetta er bara svona grunnurinn sko, þannig að mér finnst allavega svona einhver breyting að ég bara allavega vona að fólk sko gerir sig grein fyrir ábyrgð sinni, það þetta steig fram og sagði veljið mig, ég býð mig fram og því fylgir ábyrgð. En hafið þið trúið því að það skipti máli ykkur í menntamálaráðherra upp á læs eða eitthvað leys? Hafið þið ekki trúið því að svona skólakerfið finni út úr þessu? Hverjir eru best hæfir í það að kenna börnum? Nú er ég búin að kenna yfir 20 ár og ég er meðal annars, eins og við öll erum kannski að djögla mörgum boltum, að þá er ég líka búin að kenna mjög mikið í grunnskóla og er þetta árið umsjónarkennari í skólanum sem ég er búin að kenna síðan 2018 í þessum skóla og ég er líka stundakennari, hef verið stundakennari upp í Listaháskóla og Landbúnaðarháskólanum og Kvikmyndaskólanum og fleiri stöðum. Það eru allir kennarar meira og minna búin að skrifa greinar og písla og koma fram og segja nákvæmlega hvað er að. Það er ekki hlustað á það. Kemur einhver PISA-könnun eða eitthvað og þá fara allir í blöðin og það allir sérfræðingar og allir vera brjálaðir og það á að fara að skera niður listir og það á að fara að skera niður skapandi hugsun og það á að fara að skera niður verkgreinar og annað og það á að fara að bæta við lestrarkennslu af því að við komum svo illa út í PISA. Við komum illa út í PISA og það eru margar ástæður fyrir því. Ein ástæðan fyrir því til dæmis að við komum alls ekki illa út í PISA þegar aðrir hlutir eru skoðaðar eins og líðan barna í skólakerfi. Þar komum við mjög vel út með margar aðrar þjóðir.
og síðan það þannig að hér eru öll börn, að því að Ísland svo lítið mengi, hér eru öll börn að taka þátt. Í Finnlandi, og ég þekki þetta bara vegna þess að elsti sonur minn hálffinnskur og ég þekki finnska skólakerfið, að þar er skóli sko, sem ekki án aðgreiningar. Þar er skóli aðgreiningar. Sem þýðir það verkum að þegar börnin komin á þann aldur að þau eru hæf að taka PISA, þá búið að skipta þó nokkru sinnum. Og börn sem eru þá farin í sérskóla, þau ekki aðgengileg til að einu sinni vera í mengjunu að taka PISA. Þannig að þá erum við þá þegar komið með ákveðið úrval að nemendum sem eru betur statt mentalega heldur en kannski mörg önnur til þess að taka þátt í þessari rannsókn. En við erum að setja öll börnin í PISA. Það er búið að skekkja. Það er skökkmynd og þetta gert vegna þess að við erum of lítið þjóð. Mengi okkar er of lítið. Þess vegna erum við að setja öll börnin í þetta. Þetta kemur rosalega illa fram. Þegar við erum alltaf eins í PISA, en við förum niður. Já. Við viljum ekki horfa á það. Við förum niður, en það er líka, þá skulum við sjá akkur erum við að fara niður. Hvað hefur breyst? Það sem hefur breyst er að bekkjastærðir hafa stækkað. Já. Það er enginn sem er tilbúin samt að leggja fjármagn í skólana til þess að minnka bekkjastærðirnar. Og við vitum það bara að þegar við erum að sinna í 40 mínútna kennslustund, við erum að sinna 20 nemendum, þá hefur við 2 mínútur á hvern nemanda, ef við ætlum að sinna öllum jafnt, sem við gerum ekki. Síðan erum við með 6-7 nemendur sem eru með greiningar, sem eru líka inn í bekk. Þeir sem að krefjast mikið meiri athygli, sem þýðir að þeir sem eru svona herra í skalanum, þeir fá engan tíma. Þeir vera bara að pluma sig sjálf. Síðan eru við með nokkra nemendur Erlendubergi Brotnu sem kannski eru farin að pluma sig ágætlega íslensku, en heima engin íslenska töluð. Og síðan erum við með börn sem búa við þannig heimilisaðstöður, heimilisofbeldi og annað, að þau fá enga stuðning heima. Þannig að síðan erum við með menntamálaráðherra og alls konar stjórnmálamenn sem vilja ýta undir aukið heimanám. Hvað gerir aukið heimanám? Það eykur á misskiptingu. Því að börnin sem eru af erlendum uppruna hafa engan heima til þess að hjálpa þeim. Börnin sem búa við heimilisofbeldi og alls konar erfiðar aðstæður, ég vil ekki heimilisofbeldi, bara ákveðna vanrækslu, þau fá enga hjálp heldur. Verða takmarkað foreldra getu eins og stundum sagt. Og þetta eykur alltaf á erfiðleikana. Og þá stækkar þessi erfiðleikakaka og að því að það fjölgar, náttúrulega eftir þessi fjölgar börnum í þjóðfélaginu, og fjölgar innflytjendum og fjölgar, alls konar öðrum vandamálum sem kemur út af heilbrigðismálum, húsnæðisskorti og ýmislegt annað sem að þetta tengist allt. Þetta er ekki bara eitt vandamál. Við lögum ekkert skólakerfið ef við lögum ekki neitt annað. Við þurfum að laga allt samfélagið. En spurningin að Smára er svolítið góð, því mér finnst mjög áhört að heyra þig tala um þetta og þú setur þetta í svo einhvern veginn stórt samhengi, en ég gerir ráð fyrir að þessar áskoranir sem þú nefnir séu bara mjög sambærilegar víðast hvar í svona norður og vestur Evrópu. Hvers vegna gengur okkur einhvern veginn verr að vinna eins og í Danmörku. Í Danmörku þá bara settu takmark á hvað máttu vera margir bekk. Og þar sem að bekkjastærðin fór yfir, að því að alveg eins og hérna að vera kennari þá þarf að vera með meistarapróf í kennslu. En þeir höfðu það þannig að þú varst búið með 3 ára nám í kennslu, þá gastu orðið aðstoðarkennari. Og núna það bara þannig í Danmörku, ef að bekkjastærðin fara yfir ákveðið, þá verður að vera alltaf aðstoðarkennari. Þá það menntaður kennari og hálfmenntaður kennari sem eru að sinna börnunum, og þá erum við að tala um þetta ef að það fer yfir 16 nemendur í bekk, þá þarf að vera aðstofakennari. En ég veit að það er ljótt að gera að grína miðflokknum, en þegar maður hlusta þá tala um þetta, þá hljómar þetta alltaf þannig að þið kennið ekki börnunum okkur að lesa, þið eru alltaf að kenna þeim okkur að kynjafræði.
Já, ok. Það er ekki svona einhvern veginn tónnin, eða ekki? Það er hluti náttúrulega því að kunna lesa, að geta lesið í mannlega flóru. Að vera að læsa á Og samfélagið. það að kenna þeim við kennum til dæmis beinin, blóðrásina, húðina, ýmislegt annað. Og kynjafræðin er bara hluti af því að kenna þeim hvernig samfélagið er byggt upp. Til dæmis, akkur búið við í samfélagi þar sem að nú þegar, árið 2025, þá er ennþá þannig að konu og karl í sambærilegu stöðu að kallinn fái 20% hærra borgað en konan og það er ennþá þannig að ef við tökum bara það sem ég þekki líka til, leiklistina, að það er ekki eitt einasta kvikmyndafyrirtæki, stór kvikmyndafyrirtæki á Íslandi þar sem að kona stjórnar. Í öllum stjórnunarstöðum, æðstu stjórnunarstöðum í kvikmyndafyrirtækjum í Íslandi, það eru bara karlmenn. Eigendur og æðstu stjórnundur. Ég ætla ekki kannski að leika miðflokkinn út í eitt, en þá segir miðflokkurinn það er kannski þeirra bara lagt sér svo mikið fram. Já. Þessi duglegir. Það er bara, ég þekki rosalega margar konur sem eru frábæri leikstjórar, sem hafa verið að berjast fyrir sínum kvikmyndum og ég er sjálf í VIFT sem er Women in Film and Television og það er bara vitamál, ekki bara hér heldur annars staðar, það tekur konur svona cirka 1,5 til 2 þú veist, tísusunum lengri tíma að fá sína kvikmyndi gegn en hjá karlmönnum. Og kvikmyndasjóður líka, hann er, þú veist, ef þú sér bara, það er miklu líklegra fyrir karlmann að fá kvikmynd fjármagnaði gegn kvikmyndasjóð heldur en kvenkins leikstjóra. Við erum komið svolítið fram, ég fannst þú samt verið að spyrja að þú íðar að því hvort það skipti máli hverju ráðherra. Já, í þessu samhengi. Rosalega umræða sem miðst á sömuleyti vera svolítið skökk í samfélaginu, þegar við törum oft við kennara og svona. En hann setur menninguna, hann setur menninguna og stillir fókus, hvert viljum við stefna og getur náttúrulega sett fjármagni. Með þann þátt, það var það víglínan, þá komu nokkri fyrirverandi menntamálaráðherrar. Og ég bara, mér finnst það afhjúpandi þess að þau komu hvert fyrir sig og það þóttust það haft okkur á lausninar og breyttu þessu kerfi og held þetta væri eitthvað svona, ekkert að þeim talað nauðsyn þess að styðja við skólakerfið, styðja við kennarana á vettvangi, höfðu öll þessa hugmyndum að þetta væri einhvern veginn ákveð í ráðuneytinu. Skólafólki sem kom þarna í seinni hlutanum. Það vildi bara fá frið fyrir pólitíkinni, það vildi bara fá að einbeita sér. Já, en að sama skapi, þú veist, auðvitað skiptir samt pólitík máli, hún gerir það og ég meina hlutir mjagast hægt áfram, ég meina fjármagn skiptir máli, það súrefni fyrir kennslustofuna, skiptir máli að þú hafir innsýn inn í, þú veist, hafi verið veruleika tengingin. Þessi hugmynd sem hefur svolítið verið ríkjandi, kemur svolítið frá Mogganum og viðskiptaráði og fleira, að kennarunum séu ekki treystandi fyrir börnunum okkar. Þetta séu að sniðura fyrir okkur að taka upp einhverja línu frá viðskiptaráði, að þá mun börnunum okkur ganga betur í skóla. Ég velti fyrir mig, hver trúir þessu í raunveruleikanum? Mér finnst það sem að Arna Magna var að segja rétt áðan varandi bekkjarstærðirnar. Ég held að það sé bara ótrúlega lógískt og gott fyrsta skref. Þú veist, í bara þú veist, það bara segir sér sjálft. Þetta er bara að tryggja það inni í kennslustofunni, að sé vinnandi vegur að kenna það. Það hlýtur að vera. Við byggum í Vesturbænum og það voru svo mikið læti í kennslustofu miðju dóttur minnar að hún kom heim með höfuðverk og svo þú veist, er maður að reyna að koma inn í allt, þú veist, eftir skólan af því að það bara náðist ekki fyrirmælin, þú veist, og það versta er að, þú veist, ég skil að þetta gangi ekki upp, skil kennarana og finn til með þeim, ég er sjálf mjög viðkvæm fyrir svona látum og, þú veist, en þannig að við og það sama með leikskóla yngstu og svo við flytjum út í sveit og þetta er bara allt annað líf og þetta bara fer svona upp. Það eru bara minni bekkir. Minni bekkir, öll börnum mín enduðu í, leiðilegt að segja þetta, enduðu í einkaskóla. Það var ekki að því að vera eitthvað einkaskóli, það voru minni bekkir. Það voru út af ýmsum ástæðum, bara förnaðist ekki vel á unglingstíginu.
Já. Og við höfum bara góða reynslu af skóla fyrst og fremst vegna þess að það voru ekki svona yfirþyrmandi margir og ekki þessi grimma skólalóð sem er náttúrulega bara fyrir búljan að lifa af. Sko. Survival of the fittest, sko. Það er eiginlega algjör frumskóður, sko. Já, Hagaskóli og Vesturbæðarskóli, þetta eru svakalega skólalóð. Nei, ég meina, hvað vissi ég, sko, því að ég er bara sveitastelpa á norðan. Þannig að ég leiði bara manninu mínum svolítið að bara, því að hann ólst upp í Vesturbænum, sko. Og ég var alltaf bara, hvað, er þetta gott? Er þetta, ég var alltaf svona að spyrja og svona eitthvað, lítur að vita hvað hann er að tala um, sko. En svo bara það eins og blóm í eggi, sko. Bara í einhverju sveitasælu og það svolítið bara svona þessi nánd og tengsl og ég sé þig, þekki foreldræðina og þú veist. Það er málið, þetta sé bara samfélag sem er á mannlegum skala. Þetta er ekki að vera stofnanir með, ég var í Vogaskóla, ég man ekki hvað voru margir, hvað haldið þessi margir til þess að bekkir í Hagaskóla svona, það er kannski ekki lengur. Nei, það voru kannski bara 8-9 bekkir. Já, kannski í fyrndinni. En sko ég held að því að þú veist, þetta er bara mjög árt að heyra með bekkir, þú veist, ég var alltaf í, þú veist, við vorum held ég alltaf svona yfir 21-22 bekk sko þegar ég var barn og það voru engir aðstofakennarar og þú veist, mér finnst það ekkert bara að því þannig kerfi ólst ég upp í þannig að mér finnst það ekkert hljóma eins og mjög stóri bekkir en á þess að þá hætta að hljóma eins og mikill einhvers konar miðflokksmaður, ég held að stór hluta vandamálinu sé að það sé kannski svona meira agaleysi meðal, þú veist að það sé bara allt annað að vera með 20 manna bekk í dag heldur en fyrir 20 eða 30 árum síðan. Já, ég held að það getur að verið. Já, þetta er vandamál líka einhvern veginn foreldrana, eða fjölskyldnana, ég held að sé markaleysi gagnvart kennurum sem að gerir þeirra stöð. En það ber pólitíkin nefnilega ábyrgðina og pólitíkin hefur talað markvisst niður kennarastéttina. Og þú veist, nú bjó ég og ég kendi líka í Bretlandi. Þannig að ég hef samaburð frá Bretlandi og Íslandi og það er náttúrulega allt annar handleikur. Þú veist, það er miklu auðveldara að vera með sko 30 börn í Bretlandi en 20 börn á Íslandi. Og það hefur að gera með það að þú veist, þegar stjórnmálamenn tala niður ítrekað heila stétt, aftur og aftur og aftur og gera lítið úr henni. Þeir líka tala um hvað skólakerfi íslenska samkvæmt einhverjum tölum er svo dýrt í samaburði við til dæmis danska skólakerfið. Án þess að fara grundið í hvaðan þessar tölur eru komnar. Stærsti svona útgjaldaliðurinn í kostnaðinum í skólakerfinu í Íslandi er húsnæðiskostnaður. Af því að það var á ákveðnu tímabili þegar allt var sett í einhver opinber hlutafélög og hlutafélög hér og alls konar að þá var færðu sveitafélögin skólareksturinn var bara sér. Húsnæðisreksturinn var hjá bæjarfélaginu. Þó svo þessi sama kennitalan að þá var skólinn látin borga húsalegu til framkvæmdasviðs. Já, og allt innu var, þú veist, skólinn gerður ábyrgur af húsnæðinu og þá allt innu varð skólinn margar sinnum dýrari og síðan var kreppan 2008 og það var ekkert gert, allt viðhald lá niðri í mörg ár og síðan allt innu erum við núna að standa frammi fyrir því að það eru öll hús mikluð. Og börn eru að fara heim og þú veist og stjórnmálamenn hafa tekið og sett ábyrgðina á hendur kennara. Þetta segja þarna að þegar pólitíki segir að við erum alltaf að eyða meira og meira per nemenda að stór hluti að peningunum hafi farið í því að... Það er að því við erum að borga kennurum og mikið. En það er raunverulega að vera að borga fyrir húsalegu, reiknaða húsalegu. Já, þú veist að vera að sko, stór hluti af kostnaðinum er reka skóla á Íslandi ef þú bara skoðar þetta grundigt að það er húsnæðiskosturinn. Það er eitthvað, það er hluti af þessu, þá að reka allt eins og fyrirtæki í dag, sko. Við rekum með stofnanir, við erum að láta þykjastunni fyrirtæki, þannig þau eru húsalegu og við trúum því að það sé æðsta stig sköpunarverksins, það sé strúktúrinn í kringum hlutafélag. Ég segi oft, sko, að ljótasta orðið í íslenskri tungu sé orðið hagræðing. Vegna þess að hagræðing er rauninni bara niðurskurður og það skilar sig alltaf í verið þjónustu, verið húsakostnaði, verið innviðum. Það skilar sig aldrei í bættri þjónustu fyrir almenning. Aldrei. Þannig að það hlustendur á svo tvöföldu orðið gjaldskylda sem orðið ársins í fyrra.
Er það ekki bara svolítið í takt við? Já, ekki bara svona topical Þetta er áramótaskapið. Getum við tekið penning fyrir eitthvað? Herðu, viljið þið tala um Trump? Nei, þetta er skuggaleg þróun og maður finnur það alltaf skýrar og skýrar að kerfið sem að einhvern veginn, þetta svona skipulag heimsins er að færa sig einhvern veginn, að setjast í einhverju skorður. Hann má segja, hann er hættur í því bara. Eiginlega og var það ekki bara síðast í dag að tryði ekkert sérstaklega á, kannski að hafa eitthvað ekki rétt eftir honum, þeir ekkert sérstaklega á alþjóðlega eða svona, það ekkert ég er ekki bundin af alþjóðlega, ég er bara bundin af eigin samvisku. Já, það er bara hræðilega fréttir, sko. Það eru hræðilega fréttir. Og og bara einhvern veginn, og þessi, sko, það er svo margt í þessu, bara eins og með grænlensku þjóðina og maður bara finnur svo til með þeim, sko, þú veist, að eins og ég talaði við, hún er íslensk grænlensk, sko, og bara hlusta á hana, ég tók alveg heillangt viðtal við hana, þar sem hún var svolítið að lýsa, sko, þú veist, þessu ári, þetta er eiginlega búið að vera svona, bara hörmungur ár, og þá fór ég að rifja upp, já, það var 7. janúar sem að Charlie Kirk og J.D. Vance og sonur Trumps mæta bara með látum, með einkaþotuna Trumps. Það var Kirk í þeirri þotu? Jeps, okay. Það var nefnilega málið, svo fór ég að skoða gamalt myndefni, sko, hann er þetta mættur. Og þar var hann að lýsa því, sko, þar var hann algjörlega, sko, bara titrandi, óttaslegin en svo er þetta bara ekki þannig að gengi það langt í þessari óvissu að bara þetta ár að hún var eiginlega komin á þann tímapunkt bara ákveði þetta bara. Segir mér þá allavega hvernig þetta mun líta út, sko. Af því að fyrir grænlensku þjóðinni hefur þetta að vera í þessu óvissu ástandi og limbói það sem er annarkvort tökum við eða fyrir minn með hervaldi. Þú veist að ég held að þessi óvissa, þú veist, maður finnur svo til með þeim, sko, og svo ég man nú ekki í hvaða miðlega var sem að ein svona eldri kona grænlensk var að lýsa því að þú veist, þetta bara fara að blæða inn í draumana, þú veist, fær bara martraðir og þú veist, ég held að sé bara, þetta er skuggalegt og ég sé alltaf svolítið eftir því hvað við höfum verið lélega við að rækta sambandi við þessi systkin okkar, sko, hvoru tvekja grænlensku þjóðina og færisku, en þess að þú veist, þetta er fólk, þetta eru bara nágrannar okkar sem að reynast okkur vel, sko, og við að ég veit ekki, það er svona, ég held bara því við erum svona smá þjóðir, sko, við erum alltaf einhvern veginn að halla okkur upp að þessum stóra, sko, en við erum þetta standa saman og áttum að vera miklu betri í því. Þú veist, Færeyingar voru svo góðir, þú veist, þegar hrunið var ekki lengi hugsa sig ekki tvisvar og bara vantar einhver aðstoð. Já, ég í hvorugt landi komið, sko. Ég veist það sama hér, þetta er, þú veist, galið. Já. En þetta er mjög merkilegt, sko, með Trump einmitt, hvað hann afhjúpar í rauninni hvað maður var naív áður. Þetta er allt svo viðkvæmt, þetta er svo rosalega viðkvæmt og hann sýnir það með því bara hvernig hann hreyfir sig eins og fíll í postulínsverslun, sko, en líka náttúrulega hvað einhvern veginn pólitíkin var rosalega, hvernig hún gat ekki neitt gert í hvernig Ísraelar fengu bara að fara sínu fram á Gaza og gera svo sem enn, það verðist ekki vera hægt að gera, það er ekkert kerfi, sko, það er ekkert kerfi sem að heldur utanum þetta. Það hafa aldrei verið kannski. Traustið til þessara kerfa er einhvern veginn bara algjörlega farið núna og maður sér Trump sem er bara drullu sama einhver alþjóðasambönd og bandalög og þetta, hann bara segir og hann bara gerir og hann sér bara heiminn sem einhvers konar samningsborð, lönd er bara eitthvað sem hægt að kaupa og selja, bandamenn eru bara einhverjir skuldarar, þú veist, ef borgar ekki nákvæmlega upp í NATO og bla, þú veist, þangað til að hann kemur sem innheimtumaður, frelsarinn og bara græjar þetta. Vill ekki millileiði og ekkert sem temprar vald í rauninni. Nei, og þetta er einhvern veginn aftur, þú veist, þessi traustið á þessar, sko, stofnanir sem að við höfum reitt okkur á er bara hverfa og þá kannski kemur aftur að við höfum svo spurningu, skiptir að máli hver er að stjórna ef við treystum ekki kerfunum, hver er við þá treysta? En núna erum við í einhver svona... Erum við að leggja allt okkar á, þú veist? Ég veit það og ég held að þetta sé svona, þetta er óviss ástand og við erum stödd inn í miðju svona einhverju millibils ástandi en þess að það er að teiknast upp nýtt heimsskipulag og maður óttast að það mun ekki líta neitt vel út, sko.
Málið að þetta alveg eins og bara með börnin í skólastofunni að við getum ekki kennt neitt nema þessu vilju til þess að læra og við neyðum engan til þess að gera eitt eða neitt sem það vill ekki og þannig samfélag og öll byggð upp, þau eru öll byggð upp á ákveðnum sáttmála að við samþykjum að fara eftir ákveðnum leikreglum og ef það eitthvað sem að vill ekki fara eftir leikreglunum þá eitthvað skonar lögregla sem að þú veist þegar brýtur gegn þessum samfélagssáttmála. Nú bara Trump í sínu valdi, þú veist, einn valdamesti einstaklingur heimsins situr þarna í skjóli rauninni sko svona öfgakristni hægri afla að hérna sem að ætlar sér að útrýma til dæmis bara hinsegin fólki öllu og eru með það á stefnuskrá og hérna stofnanir sem að vara við til dæmis þjóðamorðum hafa sett hinsegin fólk á válista í Bandaríkjunum. En Ísland mjög værukært, þú veist, við viljum ekki styggja þennan bully, þennan nýðing, þannig að það þú veist, hinsegin fólk í Bandaríkjunum sem búin að sækja til dæmis sko frá Bandaríkjunum, velmennta fólk sem búin að sækja stöðu flóttafólks á Íslandi en hafa ekki fengið það því að Bandaríkjunum eru skráð hérna sem öruggt land. En þau eru það ekki lengur og þau eru það ekki fyrir stóra hópa þegna í Bandaríkjunum. Konan sem var drepin, þessi 37 ára kona í Minneapolis, hún hinsegin, 3 barna móðir. Þú veist, og Trump byrjaði bara strax að afsaka þú veist, ekkert afsaka, bara réttlæta þetta morð. Þú veist, að hún hafði, eins og hann orðaði það, vopnvætt bílinn, að hún sat inn í bílnum. Hún keyrði hann? Já, hún keyrði hann ekki fyrir hún var skotin. Þá fór bíllinn af stað. Skelfingu lostin að reyna að flýja bara. Hún var kjur þegar hún var skotin. Bíllinn fór af stað samkvæmt sjónarvottum. Fór bíllinn af stað eftir fyrsta skot. Hún hefur bara verið að reyna að keyra í burtu. Þetta er svo ólýsanlega sturla. Sko, við erum núna stödd á þeim stað að við erum kynslóðan sem spurðum, þú veist, fyrir okkur sjálf að því akkur fyrir kynslóður gerði ekki neitt. Þegar nasisminn fekk bara að vaða uppi frá árunum 33 til 39 óáreittur í Þýskalandi. Við erum bara á nákvæmlega sama stað að sjá hvernig þessi einræðisherrar, Netanyahu, Putin, Trump, hvernig þeir fá bara að gera nákvæmlega þess að þeir vilja. Og þess vegna þurfa smáþjóðir eins og Ísland og fleiri að taka núna skýra afstöðu. Við þurfum að taka skýra afstöðu. Ekki bara, þú veist, siðferðislega, heldur líka bara upp á framtíðina gera. Þú veist, hvar ætlum við að standa sögulega séð? Ætlum við að standa sem ein af þessum þjóðum sem að bara hyltu nýðingin á leikvelli alþjóða samstarfs. Það ætlum við að standa í lappirnar. Mér finnst þetta íslensk stjórnvöld hefur þessi svolítið svona, hefur þetta skólalóðin að reyna ekki að draga ómikla athygli að sér, þannig að nýðingurinn snúði sér ekki að mér. Það náttúrulega máli, ég held að sé mjög margir þannig, bara það tilfinningin að fólk mjög varkárt með að segja eitthvað og passa sig hvernig það orðar hlutina af sko, þessum alþjóðaleiðtogum. Og ég öfundaði ekki að vera í þessari stöðu að þurfa að eiga í þessu. Nei, ég meina, þú veist, auðvitað það eins og þú segir, ég meina, það hið siðlega, en ég meina, ég skil alveg upp að það svolítið erfitt að segja fokkaður Trump, sko. Það er ekki auðvelt, sko. Það mjög erfitt. Því þá þarftu að vera hugrakku fyrir hönd Já, þá þarftu svolítið að vera allavega tilbúin að mæta afleiðingunum, sko. Allt þjálfað í diplomatíu og Trump gefur skít í diplomatíu. Já, og það er einmitt, sko, sérstaklega einmitt, það þurfa að segja, því það er engar reglur lengur og það er einhvern veginn. Það er búið að brjóta leikreglunar, hvað gerum við þá? Já, hvað gerir maður þá, sko, eftir hvaða reglum leikur maður eiginlega þá, sko. En svo sko Trump líka, þú veist, og ég ekki að réttlæta það, hvernig þetta en þetta bara einhvern veginn, maður meira að reyna, sko, þú veist, sjá af hverju þetta eins og þetta Þú veist, að Trump þannig að hann svo svona dindóttur, þú veist, hann bara svona allt í einu bara sér hann eitthvað fyrir fram að sig og hann fær það á heilan. Þú veist, ég var að horfa á myndina
varandi Roger Ailes sem var yfir Fox og þar einmitt er einn af þessum sko helstu fréttamönnum Fox sem er bara aðeins of hörfið hann, þú veist, aldrei þessu vant. Hann fær hann á heilan og það er bara og það er bara 100 tvíta, þú veist, því að þannig persónleiki er hann bara fær fólk á heilan og hann bara eyðileggur það, þú veist. Vegna þess að nógu mikið fólki sem eldir það sem hann segir. Eða sem ég meina sem var bara eiginlega sprengklæðilegt og svo fær hann sko Sam Dani til sín í Hvítahúsið og honum finnst hann náttúrulega algjörlega frábær náungi sko þegar þeir hittast í einn persónu og segir, já, þú mátt segja að ég sé fasist, segðu það bara. Þú veist, þannig það er engin leið að það er svo erfitt að sko lesa í hefðuna, eða þetta sko eða Selenski, hvernig hann grillar hann hérna í, þú veist, einn daginn og kannski á fólk að vera að hegða sér bara út frá eigin síðferði. Jú, það er kannski í rauninni einmitt lærdómurinn. Að hegða sér eftir eigin síðferði og gangi í augun á Trump, þetta er ekki hægt. Nei, það er alveg og við erum alltaf bara á þessu stað, þetta er ótrúlega flókið, þetta er svo svakalega miklar og stóra breytingar á stuttum tíma því að þú veist, Bandaríkin hafa verið svona leiðtogi hins frjálsa heims og staðið í stafni í þessum alþjóðastofnunum og verið sömduður. Já, og verið helstu alla stoppsáttmálana, þau sömduð allt saman. Já, líka ráðið sko hverjir eru óvinninir og það er þú veist, það er rússagrílan skilur, og allt í einu er það bara svona þú veist, einmitt, og fara einmitt grilla sko forseta Úkraínu, þú veist, þannig að þetta er svona, maður er svo ringlaður með hvað er að gerast sko. Það er svona moldviðri svolítið í gangi og erfitt að lesa einhverja lógík. En það er engin lógík. Það óttast ekki. En verðum við ekki að horfast við erum náttúrulega með varnarsamning við Bandaríkina sem að bandaríski herinn má greina hér bara hættu ástand og þá mæta þeir. Og geta bara handtekið ykkur eða eru fyrir. Það er í þessum viðauka við varnarsamningi sem að Guðlaugur Þór skrifaði undir. Sem er náttúrulega stórhættulegt. En við verðum náttúrulega kannski, en með stundum stjórnvöld tala alltaf já, svo er það náttúrulega auðvitað varnarsamningurinn og svo er það náttúrulega NATO, ég meina, hvað er NATO? Ég meina, Bandaríkin hafa engan áhuga á NATO og NATO á Bandaríkin, hvað er það eiginlega? Það kom náttúrulega bara upp úr dúrnum í vikunni líka, Trump sagði bara akkurat, þú veist, hann bara já, mögulega þurfum við bara að velja, hvort er það Grænlandi eða NATO. Hann vil frekar Grænlandi en NATO. Já, og ég held að það verði þannig að þeir fá Grænland, já, ég held að það verði niðurstaðan. Já, það sé eiginlega búin að taka. Er það ekki? Ég meina, er eitthvað annað í stöðinni? Nei, bara eins og við segjum, ég meina, jú, við erum í NATO, en maður sér það bara núna, það eru bara orð á blaði, skilur við. Ef hann vill taka Grænland, þá tekur hann Grænland, þannig að það er enginn sem getur stoppað það. Nei. Og maður vill heldur samt ekki, eða þú veist, svo er það líka, maður vill ekki að komi til átaka á Grænlandi. Það væri bara tilgangslust. Já, ég bara... Hver ætti að vera með átökin? Belgíski herinn að koma með... Hvað er það að gerast? Þetta er bara friðsöm þjóð. Þetta er nú ekki nema, þú veist hvað, 56.000 manns skils mér. Það er ein herdöld í bandaríska herdum. Svo Trump samt alltaf að minka, það er bara 30.000 það fram og tilbaka. En ég held að þú veist, leiðin sé náttúrulega bara að Grænland fái að lýsa yfir sjálfstæði og allar þar að segja Evrópuþjóðirnar lýsa stuðningi yfir því sjálfstæði. Það er ekki bara að gera það sko. Já, þetta væri sko, þetta skulle ekki vera rætt sko, því að Björk nefndi þetta en mér finnst það furðulegt að Evrópuþjóðirnar skulle ekki segja það að það þarf að styðja Grænlendinga til sjálfstæðis því að þeir fá helmingina ríkisútgjöldunum koma frá Danmörku og það er ekki vant að safna pening í Evrópu fyrir því. Þannig þeir fái bara næstu 100 árin og lýsa við sjálfstæði. En það er enginn að ræða það vegna þess að vill enginn styggja Trump sko. Já. Nei, ég meina ef hann tekur, þú veist, Grænland, hvað verður næst, þú veist, tekur hann Mexíkó, tekur hann Ísland, þú veist. Svo er þetta bara svo ógeðslegt, þú veist, þetta er bara svo ógeðslegt þetta svona... Hvernig ætlum við að standa í lappirnar, þú veist, þetta er svona svipað eins og seinni heimsstyrjöldinni þegar Hitler tók yfir Pólland, þá líka fullt af þjóðum sem ætluðu ekki að gera neitt. Bandaríkin gerði ekki neitt. Nei, það er miklu seinna. Já. En þetta er svo mikil sko fortíð, með þetta er svo mikil, já, maður svona, þú veist, af því ég man sko hvar ég var þegar ég var í grunnskóla og ég satt við eldhúsborðið heima og með sögubók í fanginu
og ég man þetta svona eins og svona smá tráma þegar ég var átt að mig á, ég hvað byrði nú við, þú veist, heimsvelda kapplaupið og þegar Evrópuþjóðirnar voru að skipta heiminum á milli sín og ég las, þú veist, að Leopold Belgíu konungur ætlaði að skipta Afríku, vildi fá væna sneið af Afríku kökunni og þetta getur ekki verið, sko. Ég lokaði bókinni og kallaði eldri bróður minn bara, er þetta rétt? Er þetta í alvörunni svona grimmúðlegt og ógeðslegt? Og ég man þetta bara eins og það hafi gerst í gær, sko. Og svo mikil grimmd og svo einhvern veginn lifir maður, sko, daginn og hugsa, já, þú veist, heimurinn verður betri, heimurinn verður alltaf betri. Og svo erum við einhvern veginn að fara tilbaka þanga núna, sko. Þetta er svolítið áfalli í þeim sem ólust upp við það að heimurinn myndi átómatískt verða alltaf betri. Já. Ég held að þessi hlut að vera að vakna upp við það. Já. Og það er ekki sjálfgefið. Náttúrulega lögmál. Kannski erum við bara að koma út úr svona pínlitlu svona húmanísku gati þar sem að konur fengu ekki réttindi og samkynhneigðir og svartir í Bandaríkjunum og gömlu nýlendunar fengu sjálfstæði. Þetta er kannski tímabil frá stríði til 2008, ég veit ekki hvernig þetta verður skilgreitt í fremtíðinni. Það var svona húmanist tímabil á 19. öldinni þar sem að voru opnuð hælin og fleira, þú veist að við getum ekki farið endalaust illa með fanga og svona einhverja hugmyndir sem komu. Það gekk aftur tilbaka í bara ennþá meiri grimmd, sko. Þú veist að þrælar fengu frelsi í Bandaríkjunum en síðan kemur kafli á eftir sem er bara hryllilegur. Hryllileg meðferð á fyrirverandi þrælum. Eftir fyrir heimsstyrjöldina. Eftir fyrir heimsstyrjöldina. Nei, ég er að tala svona upp úr 1860-70, þá bara gengur svona tilbaka þegar nýlendu stefnan er á hápunkti, að það kemur á eftir svona húmanískum kafla í mannkynssögunni eftir fransku stjórnarbyltinguna. Þú meinar að það færi svona fram og tilbaka? Já, því kannast við þetta, fátæki er ekki eins og hann er vegna þess að hann er út af eðli hans, heldur er það út af fátækt hans, hann fær ekki að borða og ef við gefum hann menntun og svona, þá getur allir orðið og saman með geðfatlaða og fleira, þetta er svona gömul hugmynd frá þú veist, 18. og 19. En hún gekk bara tilbaka, hún endaði andmannúðarbylgja sem kom eftir því, bakslagið, hún endaði inn í Auschwitz, sko. Það sem var verið að eyða fötluðu fólki og samkynhneigðum og það spurningin núna er hversu slemmt mun þetta verða, sko, og því að það sem að fylgir alltaf og það sem að hann þó er heiðarlegu með, þú veist, ég er að fara í Venezuela til að sækja olíuna, ég er að fara til Grænlands til að sækja þessi minerals og þú veist, þannig að það er verið að reyna hann ætlar að arðræna þessar þjóðir. Þetta er bara nýlendu stefna. Þetta er nýlendu stefna og ég óttast bara þú veist, hvað verður grænlensku þjóðina ef þetta gerist sem og maður virðist stefna í, þú veist, hver verða réttindi þeirra, þú veist, hvað verður hana? En ágætt þegar þeir hafa sagt, sko, grænlendingarnir, við erum ekki að fara til Bandaríkjanna því að frumbyggjar njóta einskisréttar í Bandaríkjunum. Einskis. Þá myndu þeir líka að segja að það verður betra fyrir okkur að tengjast bara Kanada. Það er svona smá, það er skárri lög frumbyggja í Kanada heldur í Bandaríkjunum. Og ég meina þú getur farið víðar og fundið það skárra, sko. Ég meina nú þegar í Bandaríkjunum eru þeir farnir að reyna að flytja, þú veist, frumbyggja Norður-Ameríku úr landi sem ólöglega innflytjendur. Það er búið að gerast, þú veist, fólk hlæra þessu. Þetta er samt staðreind sem að er að gerast bara trekk og eru bara margar fréttir það að, þú veist, að því að frumbyggjarnir líta út fyrir að vera kannski, þú veist, jafnvel frá Mexíkó eins og Navajo-indjánir og Navajo sem er stærsta frumbyggja þjóðin í Norður-Ameríku að voru meðal annars þeir sem að hjálpuðu Bandaríkjamönnum og Bretum og fleirum að vinna seinni heimsstyrjöldina þú veist, Navajo-kóðarnir og hefur verið gerað kvikmyndir og bækur þetta að það er bara mjög nýlega var kona af Navajo í Nýju Mexíkó sem var handtekinn af ICE og það fór bara, þú veist, allt í gangar inn að bjarginni og þetta kom í fréttir og það náðist að bjarginni
en þá spyr maður sig, hvað eru margir af frumbyggjaættum sem rata ekki fréttir? Já, einmitt. Það er alltaf Þú veist, ef að maður er að lesa sko 3, 4, 5, þá er það alveg bókað að það eru sko allavegna 300-500 allavega. En þú ert að tala fyrir kynslóðir, kannski við bara kynslóðir sem eru bara svona, nú þarf maður að berjast fyrir þessum réttindum. Í alvöru, þarf ég að gera eitthvað? Er þetta ekki bara þannig? Er þetta ekki bara þannig fólk? Mér hefur liðið sé vakkur við það. Ég meina, ég er fæddur bara rétt það leiti sem að sko Sovétríkin er að leiðast í sundur aðeins fyrr. Þannig ég bara fatta að maður af bara þessari Fukuyama kynslóð einhvern veginn, sem að maður held þetta væri bara allt búið sko. Ég held þetta væri bara allt klárt, það væri bara búið að settla þetta. Við erum búin að finna gullnu Já, bara hérna er bara, þetta er bara svona skipulagið og jú, það er ekki að vera að tósast aðeins á einhver smáatrið sko, en þetta er bara stilt, sko. Já, nákvæmlega. En svo er maður bara að fatta, nei, það er alls ekki, það er ekkit í hendi sko. Og í rauninni líður eiginlega bara eins og kjána fyrir að hafa kannski haldið það, stærstan hluta ævinnar sko. Já, ég sé það sama. Ég er næv. En sko, með Bandaríkin sérstaklega ekki, það hefur komið mér, það kemur eiginlega alltaf jafn mikið og óvart að það sé ekki borgarastyrjöld í gangi þar sko. Og hvað er lítið andstæða? Já, og í rauninni bara, ég meina, þú veist, maður hugsaði þetta oft þegar það voru kannski þegar að svona Black Lives Matter var að ganga yfir og ég meina, auðvitað voru til dæmis Black Panthers voru náttúrulega á sínum tíma, en í rauninni finnst mér skrítið að það séu ekki til dæmis sko svartir skæruliðahópar starfandi í Bandaríkjum sko, sem sagt. Það er nefnir svörtu hlébarðana, þá náttúrulega var þeim mætt bara með fullkomna óbeldi. Já, einmitt. Þeir voru meira og minna landflótta sko. Já, einmitt. Þeir fengu ekki, þú veist, þeir voru bara landflótta. Já, einmitt. Og sama með eiginlega svona róttakari hlutan af 68 bylgjunni og því öllu, að það var meira og minna búið að berja þetta allt saman niður svona 74, 75. Þess vegna var Ronald Reagan kosið forseti. Þannig hann sigaði þjóðvarliðin og hippana í San Francisco. Já, einmitt. Þegar þarna kemur maður sem að kann að bregðast við svona upplausnu í okkar landi. Setja bara löggun á þetta. Þú veist, þannig að Bandaríkin hafa alltaf verið mjög svag fyrir svona ofbeldi, byggt á ofbeldi bara. Þetta ofbeldisfullasta samfélag sem að við bara er í okkar nágrinni. Já, sko það er búið að vera alveg rosalega mikið af mótmælum í Bandaríkjunum. Þarna No Kings hreyfingin er búin að vera með mótmæli í öllum helstu borgum Bandaríkjunum. En það sem að hann gerði, hann stofnaði þetta ICE, sem er ekkit annað bara brúnstakkanir, þú veist, bara í nýrri mynd, sem eru bara langflest óbreyttir einstaklingar, eru ekki lærðir lögreglumenn, ekki lærðir eins og hernum, sumir af þessu koma úr svona hreyfingum, öfgahægri kristni hreyfingum eins og Proud Boys, og hann sígar ICE á allt þetta lið. Og það, bara eins og þú segir, eins og Reagan gerði með þjóðvarliðið, að Trump er bara, hann hótar, ef að ICE næri ekki að lægja öldunar, þá hótar hann alltaf hernum. Nákvæmlega. Og þess vegna var fylkisstjóri Minneapolis, Minnesota, að segja, þú veist, bara róið ykkur vegna þess að þetta verður bara verra ef við gerum eitthvað. En ég held að, þú veist, því meira sem að þetta fer í svona öfgaáttir og því meira sem að fólk áttar sig á því að, þú veist, ekkert af því sem Trump hefur lofað hefur raungerst. Þú veist, það er ekki, matakarfan hefur hækkað, bensínverð hefur hækkað, þú veist, húsnæðis. Heldur bara blaðamanafund og hann heldur fram að bensín hefur aldrei verið lægra. Það hefur aldrei verið minni verðbólga í Bandaríkjunum. Það hefur aldrei verið annar eins hagvöxtur í Bandaríkjunum. Ég veit það. Og það saman með mótmanni sem þú ert að segja, það er bara alltaf minn og minni fréttir af þessu. Hann ræður í hverju fréttastjóri í CBS. Já, hann talaði líka um það að hann ætlaði bara að fara að leggja niður fréttastofnanir sem að var ekki honum að skapi. Fari mál við þær og... Já, hann bara leggja niður CNN að því að það væri bara falsfréttir. Já. Svo er það áhugavert hvort að menni fresta kosningunum. Já, hann talaði núna bara nýlega um það að hann ætlaði að hætta við kosningarnar. Hann ætlaði bara að hætta við það yrðu kosningar. Það sagði ekki alveg, hann sagði það kannski verið kosið í haust. Já, kannski. Það sem hann hélt þess að furðulegu ræðu á 7. janúar á 5 ára afmæli árásarinnar á þinghúsið í Kennedy Center sem heitir núna Trump Kennedy Center. Þetta er náttúrulega orðið eins og ykkur. Þetta er eins og
hvað heitir það, Producers, þarna, It's Springtime for Hitler Já, in Germany. einmitt, Ég er já. að horfa á svona senur úr því. Já. Það er einn til þess mjög góð sena þar sem hann er Hitler sem er í söngleikum, sem segja, mér langar í pínlítið bita af Póllandi, mér langar í pínlítið bita af þessu. Og þetta er bara eins og Trump að tala, mér langar í pínlítið bita af Venezuela og pínlítið bita af Grænlandi. Og svo væri gaman að fá kannski bara Kanada og Mexíkó. Kólumbíu, það væri næs. Allt er bara að byrja þetta hljóma. Ég segi að ég mælu ekki með fólk sem horfa á hana söngleik sem svona dæmi raunsanna sögu. Nei, það er samt ótrúlega hvað sagan fer mikið í ringi, sko. Þú veist, þegar maður er að bara lesa gamla bækur eða eitthvað, þegar maður sér svona þessi stef og einhvern veginn, og manni finnst svona uppnefnin á mismunandi hópa, sko, vinstri hægri eru svona á einhver svona áþekkri braut, að þú veist, já. Það er eins og ræðarnas Charlie Chaplin úr The Dictator sem kom 1941. Já, eitthvað var að dreifa henni, svo ég. Já, það er bara, þú veist, hún á fullt erindi í dag. Það var eitt að þú ætti að segja að það væri Proud Boys inn í Ice, að það var eitthvað stað fyrir einhverjum viku síðan að þá var einhver að skrifa og ég var eitthvað að tala við hann og það var að segja skrítið munið þetta fyrri kjörtíðanbylinu, það var svo áberandi svona lið sem var með bandaríska fánan og þú veist, svona með vopnað militia út allt og eitthvað svona, munið ekki eftir þessu. Það er hvergi núna. Nú, okkur ekki. Það er allt í æs. Þeir er aldrei komin í vinnu. Það er málið, sko. Munið ekki eftir þessu. Það voru alls svona hópar og svona mótmæli. Allir Charlottesville og þetta, þessar stóru göngur. Þeir eru bara komin í vinnu hjá alríkinu. Og ég meina, sko, aðstofar forsetinn, hann bara sagði núna þarf fólk ekki lengur að skamma sín fyrir að vera hvítt. Þannig að það er bara óbyrgur stefna núna að rasismi sé leyfður og alls konar, þú veist, svona. Þetta er bara, þú veist, öfgahægri, kristni, hvít stefna sem er í gangi og Trump er bara trúðurinn sem er fremstur í flokki. En finnst ykkur skrítið hvað þetta nýtur mikil fylgis á Íslandi? Ég er stundum að leika mér á Facebook og svona, við kemur stundum og var svona, þú varst að tala á þann hann með grænlendingana, að þá sér maður fyrir sér hvernig svona ákveðin típa á Facebookum til að segja, það er nú ekki eins og að Danir hafi verið vel með þá. Þú veist, alltaf búið upp á svona annar valkosti sem er raunverulega verri. Það er svona sé Trump raunverulega ágætur. Með Biden var nú að styðja þjóðamorðið. Það er rosalega erfitt að meta þetta því að þetta er alltaf sem maður sér á Facebook, maður sér náttúrulega það er náttúrulega allra ruglegasta liðið er þar og helmingurna einhver hluta vegna er á rauða þræðinu. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er þannig. En það væri nú bara gott að, ég er nú ekki alltaf að gera þær eitthvað reglulega, bara eitthvað svona Gallup-kannanir hvað finnst þér Trump og eitthvað svona. Ég dreg það einmitt mjög reglulega fram og þetta er algjörlega einangraður hópur. Er þetta ekki pínu, er þetta ekki eitthvað pínu lítil sneið? Á góðum degi geti þetta verið 13% þjóðarinnar. Það eru mjög fyrirferðarmikil og mér finnst þess að fjölmiðlarnir svona takið tillit til þessa fólks. Verði alltaf að tala eins og það sé raunverulegt eins og þessi allt þetta endar svo að tala einhver hægri bylgju eins og við sem automatist að fara á þessa leið. Ég held að það sé mjög blekkjandi. Nei, alveg rétt. En ég meina, nú erum við með stjórnmálaflokk sem búin að taka inn, leikum við bara, hvað segja, svona leikjabókina frá Trump og íslenskana svolítið og er að nota hann í sinni kosningabartu. Þú voru mjög ánægð með Trump. Já, og ég meina að það var daginn eitthvað, akkur er ekki Trump búin að fá friðarverðlaun Nóbels sem er þingi? Já, og þeir eru líka búin að lýsa því yfir einn þingmaðurinn, held að þessi þingmaður, frekar þingflokksformaður, en þetta var alltaf inn í blöðunum núna nýlega, sem að bara lýsti yfir að auðvitað ætti Trump og Bandaríkin að fá Grænland. Bara talaði það. Það er bara, hún fannst það bara mjög eðlilegt. Þannig að við erum með, þú veist, þennan hóp af einstaklingum og við erum með stjórnmálaafl sem er bara búin að sjá það, ok, við ætlum að halda okkar völdum, við ætlum að fá okkar sneið af kökunni og þá getum við bara róið á þessi mið. Getum bara sótt atkvæði, 13% atkvæði, þú veist, til þessa hóps. Ég var að draga ykkur frá endalokum lýðræðisins í Vesturlöndum yfir í borgarstjórnarpólitík á Íslandi. Hvernig líst ykkur á formann oddvitaslaginn í Samfylkingunni? Pétur Martinsson gegn Heiðu Björg.
Hilmisdóttur. Já, ég veit ekki, ég gerði nú grínaði þegar hann fór í fyrsta viðtalið á RÚV sko, birtist, þá stendur hann í Öskjuhlíðinni og segja frá þessu og hann mismæli sig sko, tókuð eftir þessu. Ég ætla að fara í prófkjör hjá Samfylkingunni og það sagði nú ýmislegt og og það var náttúrulega fyrsta sem að maður hugsaði einhvern veginn, að þetta væri svolítið skrítið, þessi gamli sjálfstæðismaður væri að fara þarna fram. En á sama tíma þá sko kannski bara blessunarlega séð og kannski er þetta bara eitthvað mjög næft sko en þá hefur einhvern veginn borgin, hún öðruvísi og pólitíkin sem stundu þar bara einhvern veginn annars konar og hún ég held að sé miklu meiri samhljómur hreinlega í sko borgarpólitíkinni og ég held að það sé svona á endanum finnst mann þessar áherslur flokkana, þú veist, í einhverju svona hefbundnu frjálsætiskerfi eða einhverju svona vinstri hægri kerfi, þær ekkert að koma fram með nærri því að miklum þunga þar eins og í landspólitíkinni og ég held að þar snúist þetta bara svolítið mikið bara að fá fólkinn sem bara nennir þessu sko. En það sem ég hef áhyggjur af hins vegar að sko að því það lítur nú kannski út fyrir að minnihlutin komist að, það er kannski alltaf líklegt að Sjálfstæðisflokkurinn muni einhvern veginn koma. Hann fullsnöggt. Jú, við skulum segja, það er ekki ólíklegt. Það er ekki ólíklegt. Þeir hafa svona ákveðin séns. Þeir hafa ákveðin séns og það sem ég hef áhyggjur af að þeir ætli sko að fara að reyna eitthvað að vinda allt og mikið ofan af bara mjög góðum málum sko bara eins og til dæmis borgarlínu eða eitthvað svona eða þéttingu sem ég held að séu bara mjög góðir hlutir til langstíma litið. Þétting byggðar. Já, ég held að þetta sé mjög... Og fáir sem að tala að það sé gott mál svona undanfarið. Já, það bara, ég held að... Þú ert einn af þeim. Já, ég er einn af þeim. Við erum bara að vera fólk hérna sem eru sérfræðingar í skuggum og hljóðvist og að segja að það er búið að gera svo stórkostlegan skaða í nýbyggingum í Reykjavík. Að þú veist að líklega verður bara að rífa þetta drasl. Já, ég held að það þarf seglu í þetta. Þannig við erum bara að venjast í að vera í skugga. Nei, það þarf náttúrulega að gera þetta vel og ég held að oft hefur þetta ekki verið gert nógu vel en ég held að hugmyndin sem liggur til grundvallar hreinlega bara mjög mikilvægt þannig að við getum verið borg, þannig að fólk getur bara komið sína leiða sinnar og eignast íbúðir sko, raunverulega sko. En þetta er kannski spurningum ekki sko hvað heldur hvernig í þessu tilviki og það, ég meina það verður bara að segjast, ég held að sko það hefur einhvern veginn ekki, þú veist, stjórnvöld sem hafa ráðið ríkjum í borginni hafa einhvern veginn ekki náð, þú veist, þau bara einhvern veginn gefa allt eftir sko verktökunum og ég held að kosningarnar muni að einhverju leiti líka snúast það. Hver ætlar að passa upp á að þú veist, bara við erum lífverur sko, við þurfum birtu og við getum ekki verið í þessari hljóðmengun, það bara hvernig skiptir máli og það sem að vanta kannski líka og ég heyri mjög mikið bara, þú veist, það þarf að hlusta á íbúa, þeir búa þarna sko. Ég er bara mjög hugsi yfir þessu oddvita frambóði hans Pétur Martins. Hann mismælir sig, hann var einhvern tímann, það er reyndar langt síðan og fólk getur alveg skipt skoðanir og það, en hann mismælir sig þarna, maður veit ekkert almennilega, þú veist, fyrir hvað hann stendur. Hann er ekki mjög skýr með það. Það er ekki komið neitt úr, sko, mér finnst ég ekki hafa lesið neitt mikið hvað pólitíkan stendur fyrir, en ég bara velti fyrir mér á hvaða braut Samfylkingin komin og hvernig Samfylking lítur út ef að hann verður oddviti fyrir Samfylkingunni í borginni. Eru þið ekki eftir að styrkja Samfylkinguna? Ég veit það ekki. Ef Heiða vinnur, hún var ekkert að kemur ekki sterkar út úr þessu. Ef hann vinnur, kemur Samfylkingin ekki sterkar. Ég held að þetta er eitthvað með Ég held þetta með eins og í Viðreisn bara fínt að hafa þessu 3 að glíma þarna fyrsta sætið, en það er eitthvað að þessu leiðtogakjöri í Samfylkingunni. Mér finnst einhvern veginn bara að þarna Samfylkingin, sko, Samfylkingin systra flokkur sósíaldemókrata eins og maður horfir bara til Danmerkur. Þau skítöpuðu sveitarstjórnarkosningum þar og þar allir orðnir mjög þreyttir á sósíaldemókratum. Og maður sér sko útlendingastefna bæði hjá sósíaldemókrötum þarna og útlendingastefnan eða innflytjendastefnan
hér. Kristrún var nú að gefa í viðtali í heimildinni. Þau eru á ákveðnu braut. Gæti nú ná saman við miðflokkinn. Það það, þú veist, þau eru á ákveðnu braut og þess vegna er ég bara svona pínu, er þetta ákveðinu svona stendur Samfylkingin á ákveðnum krossgötum núna í þessu oddvitavali með Pétur annars vegar sem að maður veit ekkert annað en að hann hafi átt eignar hlut í alls konar lóðum og hafi verið að þrýsta á Einar fyrrverandi borgarstjóra heillengi með uppbyggingu á einhver lóðum út að var ekki að Skerjafirði og svo Heiðu sem að maður sem á kannski margir veit ekki endilega hvað heita en hún hefur staðið fyrir ég er bara ég skildi ekki djókin ég er það líka já en ég bara þú veist en hún er búin að vera í mörg ár hún er búin að vera í mörg ár að byggja félagshyggju hreyfingu Þú getur talið upp þingflokk Framsóknarflokksins sem að fá ekki þetta. Já, en þetta er borgarstjóri. Mér finnst Samfylkingin vera á ákveðnum krossgötum, sko. Ég vil alltaf, sko, ég hef bara það motto, ég vil alltaf gefa fólki séns og mér finnst þú veist, hann er ekki búin að, þú veist, einhvern veginn, maður hefði viljað fá hver sýnin þín, sko. Já, þegar það kemur allt í hennu fram, bara át og svo brúðum og byrja að segja, nú er ég komin í pólitík og fyrir hvað stendur þú, Pétur? Já. Og það kemur ekkert, sko. Ég vil fá að heyra það. En svo komum við með matinn svona, nú ætla ég að gefa ykkur að borða og hvað er í matinn? Já, það er nú það. Það er eitthvað skakt við þetta. En sko... En ég meina, þú veist, þetta er, ég meina, systir hans er Margrét Marteinsdóttir og flott kona, þú veist, ég ætla Þetta sé svo vel giftur að þessi með afbrigðum. Já, ég sá það ekstar. Já, svo sem er í háskólanum, hvað heitir hún? Hún hefur verið að leiða áfalla sögu kvenna, ekki? Já, það var hann svo. Já, einmitt, jú. Nei, ég held að sé alltaf gott að fá mismunandi hugmyndir að borðinu. Algjörlega. Þú veist, ég held að það sé alltaf betra en hitt, sko, í staðin fyrir að sé bara einhvern veginn automatist. En nú hefur verið mjög lengi í Samfylkingunni, svona ákveðin breiðfylking og það hafa verið ákveðin armar, annars vegar við getum talað um svona félagshyggju, svona grundigt sósíaldemókrata félagshyggju fólk sem að Heiða er hluti af og síðan hefur það verið svona nýfrjálshyggju línan, ekki meira sem að Kristrún er hluti af og Pétur greinlega þá líka. Þetta er fólk sem er svona alveg á mörkunum að detta í sjálfstæðarflokkinn, kortir í sjálfstæðarflokkinn. Já, eða Viðreisn, en Viðreisn er samt svona, hann er svolítið öðruvísi flokkur, hann er flokkur sem er, hann er mjög humanískur flokkur á svo mörgu leyti. Sem að Samfylkingin er ekki það? Sem ég finnst Samfylkingin ekki vera eins mikið hún hefur tapað því hún orðið miklu kaldari Gammalt Samfylkingafólk þetta sárt að heyra þetta Já, ég var nú einu sinni Samfylkingamanneskja í mörg ár og mér var náttúrulega þú veist, eina af þessum sem að stöddu Jóhönnu og er af þessum Jóhönnu armi og mér finnst bara Samfylkingin vera komin ansi langt í burtu frá þeim armi og mér finnst þau ekki vera eins humanísk og mér finnst þau ekki vera mér finnst þau vera orðin mjög ný frjálshyggju sinnuð og mjög svona köld og svona hvað segja, þetta er mjög mikið svona Excel-skjala flokkur í dag alls ekki svona humanísk eins og ég myndi segja að stór hluti af Viðreisn er en síðan er bara önnur mál sem Viðreisn er meira til hægri en þannig að þú veist Viðreisn er ekkit svarið, ég ætla ekki að tala fyrir Viðreisn alls ekki en ég bara að segja það Þú ætlar að kjósa Heiðu ef þú væri í prófkjöri Já, ég meina ef ég væri að kjósa þá myndi ég frekar vilja Heiðu heldur en Pétur Bolli, hvað Pétur eða Heiðu? Já, þetta er bara góð, ég bara get ekki svarað þessu sko. Já, en ég meina það er alveg rétt sko, það sem ég held að sko, þú veist, sem að ég var ekkert búin að hugsa mikið bara fyrir en ég kom inn í þetta herbyggja, þú veist, það gæti gripið sig einhvers konar panik í bara meðal Samfylkingafólks vegna þess að, ég meina, það bara veit ekki hver Heiða er og þeir sem vita hver hún er ekki beint vinsæl og fólki finnst hún svolítið svona köld einhvern veginn í framkomu og svoleiðis og ekki hafa mikinn kjörþokka. Ég er ekki 100% sammála þessu. Mér finnst hún hafa sko
Mér finnst hún hafa unnið á, verð ég bara að segja. Fólk er bara að venja sig, hún er svolítið skrítin talanda. Já, stundum kannski. Stundum verið að fara að segja eitthvað hér og svo bakkar hún að segja eitthvað hér og þetta er svolítið svona, en mér finnst það bara allt í lagi. Já, ég meina, Við erum alls konar, sko. ég held að Við hún haft alla eigi alveg bara mögulega til eitthvað kantín. inni, sko. Ég held að hún eigi alveg eitthvað inni. En það sem gæti gerst einmitt að fólk panikar og Pétur endar hérna í brúnni. En þá held ég einmitt fyrir fullt af svona kjarnafólki í samfélkingunni. Þá er það, spyr það sig, já, byrjuðum, hver er þetta, hvaða maður er þetta? Og þá hrynur það kannski af, sko. Það ætti að vera óska niðurstaða fyrir vorið. Voru í vinstri, fyrir Sönnu. Já. Sem að ætli hún, haldi þegar hún náði því að ná saman öllum sem eru vinstra með í samfélkinguna. Sem að maður horfir á til landstíma Sósíalistar ætla ekki að vera með, þeir eru búin að gefa það. Þeir eru alltaf svo margir eftir hann. Já, nei, jú, það eru hérna 100 manns. Ég fór að var eitthvað að tala um það og ég fór að fletta því upp hvað alþýðufylkingin hefði færingi mörg atkvæði. Já. Og það var svona 140-50 upp í 200. Já, ég veit. En ég vona til lengri tíma, bara VG, Píratar og svona framboð sem hafa verið til vinstra megin. Og ég veit ekki hvað maður að fara langt aftur í söguna, hvað til Þjóðvaka og taka Jóhannu arminn og allt það. Þá er þetta alltaf í Reykjavík, er þetta bara 20+%. Þetta er ekki lítill hópur sem að ef að hún alltaf reynir að ná þessu saman. Nei, einmitt. Og ég held að það sé bara, þannig, hreyfingar núna eins og við sjáum með samfélkinguna og hvert er hún að stefna, getum við sem erum félagshyggju vinstrisinnu, getum við treyst þeim, eða hvernig, að því maður veit ekki ennþá hvað Pétur stendur fyrir. Þá held ég að sé bara fullt pláss fyrir almennilegt vinstri félagshyggju framboð, sko. Já, og maður eiginlega vonar að það komi fram. Og þú veist, þetta eru aular, ef þau getur ekki náð saman það. Bara í alvörunni, þetta bara, þetta er bara svo rakið. Við erum náttúrulega mannskepnan að upplagi eru aular. Já, en þetta er þessi það er það sem er fallegt. Jú, en það er málið að það er vinstra fólki, það tekst alltaf einhvern veginn að vera ennþá meiri aular og að brjóta, að brotna ennþá meiri sundur og skemma endalaust fyrir sjálfu sér. Hægrið er lýðræðisvaktin held ég heiti eitthvað og Björt ábyrg framtíð og sjálfstæðisflokkurinn heitir eitthvað. Það er glæný þróun. Það er glæný þróun hérna á hægri veng. Sjálfstæðisflokkurinn er í splundra líka. Þjóðfylkingin hann var þríklofi núna bara nýlega í borgarstjórn, skilur flokkurinn það. Þetta Ísland þvert á flokk alltaf bjóða fram. Já, það er okkar borg, eitthvað, þannig að hægrið er bara í mólum líka. Það bara, ég veit ekki af hverju það er alltaf þessi fókus á að vinstri sé eitthvað svo brotið, af því að hægrið er það líka. Hefur ekki bara verið í svolítinn tíma, ég var eitthvað svona, fekk það verkefni að setja saman gamla, kryddsíldaþætti, ég voru að fara svo mikið eftir í tíman og ég var að skoða svolítið þegar samfélkingin var að verða til og Steingrímur Jóð vill ekki taka þátt í því og ég held að það hefur bara verið svolítið einkennandi í lengri tíma að geta ekki skipulagt sig. Við sjáum það bara ná þingi að dauðu atkvæðin hægra megin eru hvað, kannski innan við prósent, en dauðu atkvæðin vinstra megin eru hvað, 13 eða eitthvað sko. Þetta er nú alveg, fór illa síðast. Það fór helvíti illa, já. Það var fór rosa illa síðast að og þingið er ekki gott svona, en það? Nei. Stjórnarandstaðan, Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn. Það er ekki góð stjórnarandstaða við þessa ríkisstjórn. Nei. Það vantar einhverja rödd, sko, maður finnir það alveg. Það er svona, þegar komið upp einhver mál og bara eins og umhverfisverndarmál eða eitthvað svoleiðis að þá er voðalega lítið, það er bara svona það er engin fríðarsinnar. Nei, útlendingamálin. Heilbrigðiskerfið, bara allt, já. Þetta er í rauninni mjög einsleitt þing í rauninni, sko. Þau ættu ekki verið í vanda við að koma sér saman mjög mörg mál. Ég held að það blasa alveg við, sko. Síðan getur náttúrulega komið alls konar frambóð. Ég held að það verið 2018 og þá voru 16 frambóð í Reykjavík. Þá var einmitt þarna borgin okkar. Það var eitthvað svona kvennaframbóðið, ég man ekki hvað það hét þá. Höfuðborgarflokkurinn. Og þjóðfylkingin, ég held að verið 2 öfga hægri flokkar í frambóði. Karlalistin einmitt sem var hann hlýtur nú að koma aftur, karlalistin. Það getur bara vel verið að sé hérna. Verður það ekki bara tilvalið? Það verður eitthvað að taka upp hanska fyrir karlana. Það voru rosalega mörg frambóð þá einmitt. 2018 var það ekki? Já, en í Hollandi er allandið eitt kjördæmi og engin þröskuldur.
og þar eru mjög skemmtilegir flokkar. Þar eru, ég held að ekki náðin á þing. Þegar einhvern tímann var í Amsterdam voru 2 flokkar lífeyrisþega, eftirlaunafólks. Tveir flokkar. Og svo náttúrulega græningjaflokkur og svo alltaf dýraflokkurinn sem með bara að verja dýr. Ég held að þeir séu á þingi líka. Við getum náttúrulega fengið svoleiðis Já, það sko, núna held ég félagshyggju þar og það svona meiri svona, hvað við segja, ég myndi ekki endilega tala svona vinstri og hægri, vegna þess að ég held að vinstri og hægri sé bara, þú veist, það orðið svolítið lita kannski að fortíðinni. Ég myndi segja svona kannski Excel-skjöl og humanistar. Það svolítið meira. Þeir sem að vilja stjórna... Þeir sem vilja stjórna eins og fyrirtæki. Þeir sem að vilja bara skila afgangi. Rekstrar afgangi. Þeir sem vilja reka ríkissjóð eins og segja eitthvað svona fyrirtæki. Ríkissjóður fyrir okkur, ekki við fyrir ríkissjóð. Ríkissjóður að sjá til þess að lífið okkar sé eins gott og það getur verið. Miðað við það fjármagn sem það hefur. Þetta er alveg að verða svona framboðsræða. Það er annars vegar þeir sem að vilja að maðurinn aðlæðist kerfunum, en hins vegar við sem að viljum að kerfið aðlæðist. Kerfið á að vera fyrir fólkið en ekki fólkið fyrir kerfið. Og þetta finnst mér vera stefnan núna í nútímanum, nú ég að roðna bara, að þú veist, og ég held að þetta verið ofan á þegar Trump og allt þessi vitleysa og þessi bara hræðilegi tími svona gargengin og ég segi það alltaf við börnin sem ég að kenna og börnin mín að þú veist, að ég trú alltaf á vonin á framtíðina og börnin sem ég að kenna börnin sem ég að kenna æðisleg þannig að framtíðin verður æðisleg. Ég alveg sammála, ég held að muni rísa svona húmanísk bylgja gegn þessu ógeði. Það verður ekki anti-woke-bylgjan mun ekki sigrast. Nei, ég meina að þú veist, þú veist, hvað erum við að tala þegar við erum að tala woke og anti-woke? Við erum bara að tala þú veist, mannréttindi og humanisma eða þú veist, bara að láta öll mannréttindi lönd og leiðilegja. Þannig að, já, ég trúi því að humanismar, svona flokkar og svona meira komin til valda og við fórum að hugsa þú veist, það má vera þétting byggðar en hún má ekki bara vera of þétt. Við megum ekki fórna grænusvæðinum, við megum ekki fórna, þú veist, ljósinu. Þú veist, þetta gert í öðrum borgum. Ég bjó til dæmis, ég búið í 3 stórborgum og í Helsingi sem mjög þétt borg, svona landfræðilega séð. Að það samt alltaf grænsvæði, þú veist, stórir hundagarðar, alltaf skóar, alltaf vötn, þú veist, nóg svæði. Þannig að það má vera þétt. Jötunstein, eftir bara ekki of þétt. Ekki enn. Hún setur þetta svolítið svona skemmtilega fram. Hann hefur alltaf verið svolítið góður í að, þú veist, einhvern veginn kjarna einhverjar svona strauma og stefnur og þá svona einhvern veginn áttaði með sig, þetta auðvitað svona svolítið öfgafull dæmisaga sem hann teiknar upp þarna. En þá svona, já, ok, þetta svona, bara til að skilja hvernig þetta gerðist, sko. Hvernig sitjum við uppi með, þú veist, græna gímaldið og allt þetta. Hvernig gerðist þetta eiginlega, sko? Þú varst að tala áðan sem að verktakandi fengir á það. Við varum stödd í New York, þá var háð barátta borgarstjórastólinn, einmitt út frá þessu. Hverjir eru sem eiga að stýra borginni? Það þeir hinn ríku, eða þeir sem hafa peningin og völdin, eða eigum við að byggja upp borginni eins og við hendur okkur. Eins og við viljum hafa hana, þú veist, eins og við viljum að hún sé, að hún þjóni okkur. Ég held að bara við getum hort sko til New York borgar og Mamdani hvað það var þar að bara, þú veist, tekið okkur innblástur það, af því að, já. Mér finnst sú kosningabaráttan svolítið skemmtileg, af því að vilja bara, borgin orðið þannig að við erum búin að vera að þjóna hennu ríku áratugum saman og hún orðin óbærileg fyrir okkur hinn og ekki bara það svo dýrt að lifa og við getum hvergi búið eiginlega, við getum ekki búið í borginni og við búum í einhverjum kústaskápum ef við ætlum að reyna að búa í borginni. Heldur hún orðið svo leiðileg. Borgin verður svo leiðileg ef hún ekki rými bara fyrir venjulegt fólk og alls konar fólk og eitthvað svona. Þessi hugmyndina ríkum, þessi bara alveg líki ljóst fyrir hvað eftir svona verðt og hvað ekki. Þetta bara svo boring. Algjörlega. En mér langar að segja eitt kontroversial sem þið verið ekki ánað með mig. Þannig að setja ykkur í stellingar. Nei, það sem að mér hefur líka fundist og þegar maður að heyra svona raddir af því að Reykjavík hefur þá sérstuðu, þetta höfuðborgin okkar.
ekki bara þeirra sem búi í Reykjavík. Er að koma landsbyggðar svona með hérna? Sorry, það er á leiðinni sko. Nei, það er á leiðinni og það er líka svona, þú veist, að því að bara þú veist, ég veit um bónda sem að, og þið með ekki hlæja þessu, að því þetta er alveg, hann þorir ekki í miðbæinn lengur. Hann er, þú veist, hann veirar sig við því, sko. Hann þorir ekki að fara í miðbæinn, þótt hann sé, sko, þú veist, myndi hafa gaman að því að fara á kaffihús, miðbæ Reykjavíkur. En hvað óttast hann? Hann óttast bílastæða frumskóin og hann óttast einhvern veginn, þú veist, hún finnst þetta bara, þetta er hann ofviða, nema svo fær hann, svo tók nú steinin úr daginn, Þú það banna að hlæja? Já, það er banna að hlæja þegar hann fær sekt í Lindagötu á traktorinn sinn, en hann fer ekki í miðbæinn, sko. Hann skilu, hversu langt er þetta rugl búið að ganga, sko, að þú veist, það er bara ekki fræðileg möguleiki að traktornars hefði getað fengið sekt. Þú veist, þetta er bara svona, þetta er orðið svo mikið, ég held að fólk upplifir þetta margt fólk sem er ekki með, heldur ótrúlega silti á samfélagsmiðlum og með þessi upp og þú veist, að þetta er svona umbreytingatímabil, sko, að þú veist, eldra fólki og fólki sem að, þú veist, því er ekki gefin eitt séns á að bara, hvar ég að leggja og hvernig ég að gera þetta og þegar þú ferði í eitthvað svona bílastæðahús og hverju heyrir þetta undir og að megum ekki gleyma þeim, sko. Ráðherrann ætlaði að gera eitthvað í þessu. Já. Það var ekki borgin. Ég sá það, sko, það er eitthvað í undirbúningi. En mér finnst þetta samt, sko, mér finnst þetta mörgleiti svolítið gott dæmi hvað, sko, pólitíkin hún er allt og hægfara. Því þetta er eitthvað sem að bara við, sem að, þú veist, það er allir búin að vita þetta í 3 ár. Og af hverju, að þetta er svo augljóslega svo mikið rugl. Þetta er bara getur ekki verið svona. Nei. Og akkur er ekki löngu, og þú veist, ég held að pólitíkin megi, þetta hljóma kannski, hægrumönnum finnast þetta hljóma eins og rugl, en ég held að hún má stundum skipta sér að miklu minni málum. Og bara finna, til dæmis að, þú veist, ég var alltaf eins að hugsa, af því að það er þessar borgarstjórnarkosningar að koma og ég hugsaði, hvaða snillingur á kosningaskrifstofu Samfylkingarinnar kokkaði það upp að þegar það er endalaust verið að krítisera þau fyrir að þau standi svo illa skil á grunnþjónustunni, þú veist, hver ákvað það væri sko ekki ennþá búið að tæma rusli hjá mér eftir jól, það er ekki ennþá búið, sko, fyrir utan hjá mér. Þannig að þú veist, ég held að pólitíkin, hún á að skipta sig miklu meira og það er hægt að læra af Trump í alvörunni, sko, að það er allt í lagi að stundum fara aðeins bara meira nýtt í gritti og bara svona aðeins að hreyfa sig miklu hraðar. Að þetta er bara dæmi eitthvað sem að þetta er bara eitthvað að leysa bara með einhverju reglugerð, sko. Það líka hafa starfa svo margir hjá borginni. Þetta er alveg ótrúlegur fjöldi sem starfar hjá borginni og væri þetta einhvern veginn, það bara hlýtur að vera hægt að bara heyrðu, þú veist. Það bendir til þess að stjórnmálinn sé ekki alveg með puttana púlsunum ef þetta þarf að koma í áramótasköpunu til þess að þið fatti það, sko. Já, nei, nákvæmlega. Ég er búin að vera með fréttarröð um þetta kaos. Gjaldskyluna. Já, og þetta með bara eitthvað, já, ok, ef þú ruglaðist af því það voru engar leiðbeiningar, það er bara 15 áskall, sekt, þú veist, og það er ekki gefin neitt greiður, sko, það er engin Fyrir utan það, þessi kerfi er náttúrulega bókstaflega hönnuð í þetta, sko, að því að málið er, ég menna, það eru myndavélar sem lesa af bílnúmerið hjá þér, það er ekkert mál bara að þú keyrir inn og svo keyrir út og svo myndur bara fá rukkun fyrir tíman sem þú varst. Þú veist, þú þyrftir ekki einu svona í app, sko. Það getur bara sendir, ok, þú varst í 2 tíma og þú skuldar okkur 900 kall. Bílastæðasjóður að láta okkur að kappbója rekita. Nei, mitt, algjörlega. En þetta er gert svona í ráðhúsinu, þá keyrir bara inn og keyrir bara út. En það er bara annað appið, sko. Já. Þú veist, eitt appið sem að virkar þannig. Hitt appið virkar ekki þannig, þá þarftu að fara inn og segja ég var svona lengi. Og síðan eins og undir hörpunni, þá hlutaði gildir bæði appin, þannig að parka og Easy Park, en hinum meginn gildir bara parka. Og einu sinni þá lagði ég, þú veist, og ég var bara með annað appið, en það var hitt appið og ég meira sér að borgaði í það app, en fekk sagt frá hinu. Og ég, þú veist, og ég gat sendt kvittun og annað, en það var ekki, Nei, þú varst bara að borga vitlaust appið, en það app endurgreiddi mér ekki eins og. Nei, þetta er bara vilda vestrið og þetta rænir mann gleðinni og ég held að, þú veist, mér finnst bara svona gömul, þú veist, að ég bjó á Ljósvallagötunni og bara, ég notaði miðbæinn svo mikið og bara naut þess virkilega. Bílastæðin komin alveg þangað núna?
Jú, bara svo víða, sko, en þetta rænir fólk gleðinni og bara svona, þú veist, við okkur á að þykja vænt þetta svæði, þetta okkar samkomu staður og að hafa svo margt, þú veist, lifandi og skemmtilegt og þú veist, þannig að mér finnst bara við þurfum að passa upp á að leyfa þess ekki að gerast, sko. Það kemur kannski þessu máli ekki við, en ég í svona 12 sporadeild sem 11 á sunnudagsmótnum eins og algengt og við erum í bæ og nú það komið í ljós að deildin eiginlega að brotna af því að það gjaldskyldan komið svo víðar að fólk sem býr ekki þarna í nágrinu og getur labbað að það kostar það orðið bara 2.500 krónur að mæta á fund. Tjarnagötunni þarna? Nei, þetta reyndar annars þar, það sama. En ég meina, og þetta á sunnudagsmótnu og ég hugsa þetta ofta því labbinginu miðbæinn og það engi bílana. Það bara alveg fáránlegt að þurfa ykkur að vera að selja bílastæði því að heldur allir myndu koma sunnudagsmótnu og leggja þarna út að það ekki þannig. Þannig að þetta mjög undarlegu business. Já, þetta mjög undarlegu business. Truflar svona bara eðlilegt líf og eðlilegt flæði eins og þú ert að benda. Það eru þessi hlutir sem fólk að velta fyrir sér þú veist, sem að ég bara skynja það mjög sterkt og þú veist, og þessi svona að vera að draga, þú veist, fólki dilka þetta sé bara að verða búið, við þurfum bara einhvern veginn að koma betur saman og allt landi líka og þú veist, það á ekkert að vera hlægilegt, þetta miðborgin okkar allra og ég hef alltaf, þú veist, bara frá því ég var sveitastelpa fyrir norðan og þú veist, við bara gerum okkur ferði, þú veist, þetta er líka mitt listasafn, þetta er líka skiljið. Ég hef búið lengst af hana svona þorpið sem var hana, það löngu farið, sko. Já, þetta er bara túrismi og því miður og skemmtarahverfið, rauðahverfið, túristakverfið og því miður svona til dæmis þjónusta fyrir íbúðarna, hún eiginlega því að öll starfsemi aðlagast að túristunum. Þú veist, það ekki fiskbúðarna, það þetta bakari, af því að túristunum það bakari, þannig að sett á því. Stórmarkanir, maturubúðunar eru svona að selja eiginlega túristafurur. Ég myndi að hæla kannski bónus að þráast aðeins við. Það náttúrulega ekki gott að hafa bara þessa búð. Og margt í svona... Það nú krónan líka hallægast í. Já, við erum búin að missa mikið frá okkur svona sem að var þjónustafi hverfið. En getur verið að þetta sé samt sko þú veist, ég tek undir með þetta og mann finnst þetta leiðilegt en það samt sko svona djúsi stöffið svolítið að færast inn í þú veist, hliðagöturnar eins og víða í stórum borgum. Það að verða, það alveg, þetta ekki allt bara dúm. Það svona skemmtilega búðir, ég meina við byrjum að tala plötubúðuna, skilju, og það skemmtilegt, en það alveg rétt sem að Smára að segja, þú veist, að bara, þú veist, Brynja farin, skilju, og það engin fiskbúð og það bara þessi svona hefðbundna þjónusta, sko. Þannig var skólavörðustjórinn til, af því að það var svona ódýrari húsalega og var alls konar litla búðir sem við pröfuðu að labba upp eftir skólavörðustjórinn. Það þú veist, 80% af því farið og komið inn svona eitthvað svona túristalægra dót, sko. Og þetta svo fljótt að gerast. Ég var maður að segja frá daginn að því að var eins og fiskbúð þarna í kjallaranum á horninu á Bergstaðastræti og Spítalastík. Já. Var að segja að það bara ekki hægt að reka, húsalegan eitthvað 500-600 skall á mánuði, þú veist það getur og við þekkjum það líka bara úr listalífinu og það sem hafa verið alls konar verið svona einhver minni rými, hægt að vera með lítið galleri, þetta er meira og minna hverfa vegna þess að það er allt húsnæði, orðið svo dýrt bara í rísastóru radíus svona frá. Þannig að ef það væri einhverja sem eru áhuga á Reykjavíkurborg og vera að bjóða sig fram og vera að tala að við verðum að hafa bara taka svona mamdani á þetta, það verður að vera skemmtilegt í bænum fyrir venjulegt fólk. Ég veit það, verður að vera næs, það verður að vera sín. Nei, það verður að vera eitthvað sín. Ég get ekki lifað í heimi túristana. Nei. Og svo virðist vera sem að ég skil ekki frá neinum hagfræðilegum sjónarmiðum en svo náttúrulega fullt af rýmum sem að virðist einhvern veginn vera sko hagkvæmara að hafa tóm heldur en að lækka leiguna á sko. Ég meina það á Hverfisgötu mörg svona rými og eins og ég meina þú veist þarna bara minnst bara allt í lagi einmitt eins og þú segir þarna bara stíðin og segja bara herri sorry þetta bara gengur ekki. Þetta varst ekki að leigja þetta í hálft ár en við tökum þetta þú mátt reyna aftur til 5 ár við þurfum að leigja þetta hann ætlar að reka galleri. Það er hægt að gera þú veist alls konar pólicy ég meina þú bjóst í París eða ekki hvað heitir flotta gatan það sem bara keðjur eru bannaðar í þessari götu, hvað heitir hún? Það er bara, ég veit ekki. Það er ein svona alveg þeir eru með alls konar reglur. Já, en það er bara eitthvað svona, hér er sokkabúðin og hér er ostabúðin og hún er svo geggjuð, sko. Og það er lókallinn svolítið. Það eru alls konar reglur í París. Það er til dæmis svo regla sem er svona viðmunaregla að 70 ára gömul kona á að geta labba til heimilislæknis. Já.
Það er ekki í Reykjavík. Nei. Ég þarf að taka sko stræt og einhvers staðar upp í sko norðlíka holt og eitthvað. Ef þú fær tíma. Ef ég fæ tíma sko. Og þar er hérna verðlagseftirlit á kaffibollunum. Hann kostaði þegar ég var þarna 85 cent ef ég drakk við barinn. Eina evru ef ég var í salnum og 1,25 ef ég fór út á terrass. Það var verðlagseftirlit á bagettunni af því að venjulegt fólk á að hafa bara rétt á að borða sína bagettu. Og þess vegna er reynda svindlur og byggur til svona baguette traditionell sem gátu sko verðlagt herra. En verðlagseftirlits bagettan hélt alltaf verðinu niður. Þannig það er endalaust af svona reglum sem er í kringu París og það er ástæðan fyrir því að París er eins og hún er. Ég veist það og einmitt og bara þú veist svona lítil svona tweaks hér og þar sem að þú veist vá þetta er svo mikill draumur ef við myndum fá eitthvað svona og líka því við erum kaffiþjóð ég held að við erum meðal ég held að við og Finnar það er svona nokkra þjóðir þú veist getum við ekki bara gert það vel gert það næs haft bara eitthvað svona næs kaffihús, tónlistastaði við erum ekki með úti samkomi við erum ekki með torg eins og í Barcelona en við getum haft kaffihús og sundlaugar og gerum það vel hafa eitthvað basic sem getur verið næs fyrir okkur sem búum hérna sko það þarf að vera næs fyrir öll ég meina þú veist hvað er venjulegt fólk þú talar venjulegt fólk ef við tölum bara þú veist fólk sem að vinna fyrir laununum sínum það hefur ekki efnaði orðið að fara á kaffihús þegar þú fer á kaffihús bara ein manneskja og farðir kaffibolla og kleinu með þá er það bara orðið hátt í 3.000 skall Það er verðið miðast til túristan sko Já og þú veist að kaupa brauðu núna í mörgum bakaríum þá bara eitt brauð komið hátt í 2.000 skall þannig að þú veist það þarf kannski að fara að skoða þú veist þessa frjálsu álagningu og allt sem var sett hérna á sín tíma kannski þarf bara hreinlega eins og með húsalegu og ýmislegt annað að þarf að fara að setja þök og það eru stjórnmálin sem geta gert það þau þurfi bara að hafa þor og kjark til þess að gera það og fylgja þau reglur sem eru ég myndi daginn þegar ég var að labba heim að það hefði verið sett hérna í lög að það var verðmerking á vörum sem voru út í glugga og ég labbaði allar heim hvergi bara hvergi bara einhvern sem hefur fyrir því að þú veist að ganga eftir svona samt er þetta eða það er á svo litlu miðað og sér það ekki? Nei það bara var hvergi við varum miðið út í glugga Herðu, þetta er hérna tuðhóttnið okkur gaman að fá okkur Nei, ég meina það er ámargi að tuða yfir því sem er illa gert En við erum eftir að tala um kilometragjaldi Já, viljið þið tala um það? Ég nefnilega, ég á ekki bíl og ég lifi í bílisum Ég nefnilega sama Vist það svo Herðu, við klárum bara þáttinn og svo kannski höfum við svona smá ánga á eftir þar sem þú kemur og ræður við kílómetra Það er mjög gaman að fá okkur ég er alltaf gaman að svona föstus eftir með degi að vera að spjalla fréttinnar Ingunn, Margrét, Arna og Alli þeirra þakkir Ég þakka Pétri Fjellsti fyrir að taka upp og setja út en ykkur þakka ég með sem hafi verið að hlusta og horfa bendi á að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstofnuna bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem þið sjáuð hér og heyrið bara því efni sem ykkur líkar og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube við erum í öllum hlaðvarpsveitum bæði til nafni samstofnunar og einstakra þátta við erum í útvarpinu á Stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM en það má líka sækja þar útvarpssendingar á spilarann, það spilari.is er á netinu svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstofnun allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman þar erum við 5 af fjarstýringunni við erum líka komin á kabalkerfin hérna suður með sjó kannski ég veit það ekki með önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunum sem er 24 tíma á sólhring 7 daga vikunar allan ársins hring samfélagsumræða við þetta rauða borðu í öðrum þáttum samstöðuna þar sem knýr samstöðun áfram með sá hópur áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur þar fáum við afli til þess að halda samstöðunu úti og byggja hann upp ef að þú vilt slást í þann hóp tilur að samstöðun sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi að halda uppi þessari umræðu vettvangi og kannski fréttum ef okkur tekst að fá afl til þess að þá ættir að slást í hópin þá ferðu inn á samstöðun.is sem er á vefnum það er hnappur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftið sem er 2.750 krónur þú mátt borga mér og vilt og ef þú vilt þá getur þú getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni að byggja fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda og áheyrenda. En þetta er orðið gott í bili. Hérna á morgun klukkan 9 verður helgispjall og þá mætir hér landsliðsþjálfarinn í knattspyrnu og talaði við hann Sigurjón bróður minn. En takk fyrir í bili og bara njótið kvöldsins.